sumarlagi, hann með fjölskylduna, 3 börn og 1 hund, konuna, og fer þarna inn í göngin með hjólhýsi og lendir akkurat fyrir aftan þessa sem eru stopp, þannig að vöruflutningabifreiðina. Og hann sér allt í að reykurinn, þá er að snúa hann við, sko, kemur yfir hann og hann reynir að bakka, sko, en hann með hjólhýsi, þannig að hann fattar það leið að hann verður að aftengja það, sko, fer út og reynir að losa, tekst það ekki, svona allavega til að byrja með. Og reykurinn kemur og hann hættir að sjá, hann sér allavega, sko, tenginguna þegar hann að reyna að losa hana á þessum tíma. Og svo fljótt kemur þessi reykur og maður sér ekki neitt, sko. Þá bara gefst hann á hann upp, sko, fer inn í bílinn og þá bara segir konan hans, þú verður að losa. Og hvað gerir maður ekki? Með heila fjölskyldu, hann gerði það og honum tókst það og gat snúið við, en hann þurfti að keyra 8 kilometra í rosalega þykkum reyk og keyrði bara út allt, sko. Þetta var bara svona inn í vegg og út vegg og þannig að hann tók alveg 2 tíma fyrir að hann fara þessi 8 kilometra. Og hann tók upp eftir 2 farþega á leiðinni líka, sko. En þessi hræðsla hjá börnunum að vera pabbi, sko, börnin að segja svona hluti eins og ég ætla ekki að gráta núna, ég ætla að gráta seinna. Þú veist, fólk hugsa svo rökrétt. Þetta eru 8-10 ára börn. Þau eru náttúrulega að reyna að halda fyrir nefið og svona. En einhvern veginn, sko, af því að farmurinn var tómur, þá lifaði þetta. Þetta er alveg hræðileg reynsla. Og þessi náungi, hann var á þessar ráðstefnu, ég held að þið hefur verið hérna líka, og sagði þetta var alveg frábært að hlusta á þetta út frá því hvað við erum að vinna við, sko. Að ég fekk algjör upplifun, hvað erum við að gera eiginlega? Þú veist, við erum að hugsa öll megavöttin og loftræstingur og allt. Meðan það eina sem hann þurfti, það var smá leiðbeiningar hvernig hann átti að koma sér út. Af hverju keyrði ég alltaf inn í vegg, af hverju var ekki eitthvað sem stoppaði mig áður, þannig ég gat fengið hjálp, sko. Og það vantaði alla hjálp. Og hann sagði líka, þið kallið þetta sjálfsbjörgunar aðferð, þú átt að bjarga þig sjálf. Það er númer 1. Sjálfsbjargaði, já, en það er náttúrulega í öllum, en þetta er svona aðferð sem er notuð í öllum jarðgöngum, öllum jarðgöngum, þú átt að bjarga þig sjálf. En ef þú ætlar að gera það, þá verður að fá hjálp, auðvitað. Við erum að gefa þeim vitlausa hjálp. Við erum ekki að gefa þeim nógu mikla hjálp. Það vantar þetta svona LED-kerfi, það er ekki nóg að vera með skilti svona eins og þarna í burtu, sko. Ef það er svona mikill reykur þá sér maður þetta ekki. Þannig að þú þarft stöðuga hjálp. Og þá er náttúrulega eitt í þessu, það er líka svona rými þess að þú getur farið inn og verið öruggur. Þannig að mikið af þessar umræðu er komin aftur. Og náttúrulega, þetta kostar peninga, allt kostar peninga. Þannig að það er spurning hver á að borga þetta. Nú veit ég ekki hvernig þetta er í Hvalfjarðargöngunum eða í öðrum göngum á Íslandi. Ég ger ráð fyrir að menn séu svona aðeins að hugsa þetta líka, sko, með LED og annað. Er það eða er einhver herra brunamálastjóri? Svarið er nei. Svarið er nei, ok. En þegar maður hlustar á svona fólk sem lendir í þessu sjálfur og virkilega hlustar á það, þá heldur ég að maður læri mikið sem verkfræðingur, tæknifræðingur sem er að búa til þessi öryggiskerfi. Og ég mæli með því að þið lesið líka þessa skýrslu. Þetta er til á hjá norsku haveríkommissioninni. Það eru allar til þessar skýrslur, sko. Við getum bara hlaðið það niður, sko. Annað svona dæmi. We did not think we could get out of this alive. I feared for my life, but did not panic. Mikilvægt. I held into my daughter's hand the whole time. There was not enough air, and we feared that we would not survive. We became calmer and calmer after a while, but thought that we would survive. We thought our days were numbered. We were worn out, suppressed out fear, and focused on getting out. We thought we were doomed, but we got back on
our feet and continued. It became harder and harder to breathe, and we worried that we could not get. Ég held að þetta sé alveg klassískt sko, hvernig þú lendir í svona aðstæðum, fyrst þá dettur alveg niður sko, en svo kemur þessi sjálfsbjörgunar viðleitni sko, og þú mátt ekki gefast upp. Það eru aðrir fyrir utan fjölskylduna sem á lífi og svona, þannig að þetta alveg svona hugsar fólk í þessum þegar lenda í sig. Hérna annað dæmi, börn, 3 börn, 13, 14. Sem sagt, þau eru á mörkunum en þau lifa þetta af að því að brunin var ekki of stór. Hérna kemur uppáhaldsbruninn minn. Ég var í sumarfríi í Smálandi. Þeir hringdu frá útvarpinu í Borås, spurðu veistu eitthvað að bruna hann í Noregi? Nei, hvað einhver bruni? Það kveiknaði olíubíl og bara göngin að hringja. Hvað segirðu? Þannig að, veistu ég kom í viðtal? Ég veit ekkert þetta. Svo lenti ég beinni útsendi í viðtali. Og þá náði ég að lesa með aðeins þetta. Þá sá ég greinilegt þessi vöruflutningabyssur að hegðun hans, hvað hún var rosalega mikilvæg sko. Bæði það að vara aðra við, bjarga sjálfum sér og bílnum út úr göngunum og hann kemur inn. Eitt svona bara smáatriði. Það var einhvers staðar sunnan við á ferja. Og hann kemur, þessi maður, þetta bílstjórinn, hann fer og á leiðinni og einmitt bara halar á eftir sér. Þannig að áður hann fer inn í göngin, þá keyrir hann aðeins til hliðar og sleppur öllum framhjá sko. Þetta bara einhver eðlileg áreitni hjá honum að bara láta fólk að losna við það í göngunum. Hvort hann hafði hugsað, eða kveiknaði, ég veit ekki, en allavega hann gerði þetta og þetta var náttúrulega hárrétt í þessar aðstöðu. En hann lenti í því hann missti tengivagnin inn í vegginn og svo rann bensínið alveg niður hingað sko og svo kveiknaði í því. Þá kveiknar alveg í þessum hluta og olíubílnum sko og allt fer í þessa átt sko. Það það sem við erum að sjá hérna sko. Þetta norðan megin og eru alveg bara fleiri 100 megavött. Hérna sjáum við skemmdirnar eftir á. Þetta sprautusteypa, plasteinangrun á bakvið. Og hún brann alveg upp sko, hérna megin, frá hérna og upp, var alveg horfið sko. En þessi sprautusteypa, þið sjáu að hún horfin hérna, hún var ekki horfin eftir bruna, þetta þeir eru að gera við sko. Man heldur þetta sé eftir bruna, en hann var bara smá sprungur í steypunni sko. En hérna að byrja að gera við sko. Og hérna sjáum við einmitt akkurat þegar þetta að gerast og sem rest í byrjun. Og reykurinn bara, við reiknaðum 0,2 metrar eitthvað svoleiðis skyggnin. En ég held að sé alveg bara nánast 0 sko. En við gerðum sem þetta rannsókn á þessu og ég má ekki segja neitt eða sýna neitt frá þessari rannsókn. Ég hafði vonast til að geta gert það hérna núna, því miður. Skýrslan kemur út núna í miðjan nóvember og það verður að vera að hlaða hana niður frá heimasíðu norsku Haverikommissionen og mjög áhugaverð skýrsla fyrir ykkur. Ég veit að það hefur verið slys með olíubíl í Hvalfjarðargöngum, ekki eftir. Það var það dísil eða bensín. Af hverju man ég þetta og ekki þið? Það var eitthvað svoleiðis. Þetta var bara smá mál. Ég alveg viss að það var ekkert slys í Hvalfjarðargöngum. Hvort það hefur verið dísil eða bensín. Bensín náttúrulega voru auðvitað blossa
punkturinn náttúrulega voðalega hagstæður. Rúta. Þetta geti alveg gerst með alla túristana hérna. Það og við vinnum mikið við það sem ég að vinna. Ég eiginlega kynnti mig aldrei almennilega. Ég vinn við Brunarannsóknastofnun Sænska ríkisins, búinn að vera þar síðan 1988. Vinn við svona prófanir og rannsóknir. Síðan ég í hlutastarfi sem þá svona adjungerað professor í Lund, að kenna nemendur þar í brunaverkfræði. Svo ég með doktorsnema líka þar. Og hérna, við vinnum mikið við það á SP í Borås, það að búa til hanna prófanir til að búa, við getum prófanir slökkvikerfi í rútu, koma með nýjan staðla það. Það hefur aldrei verið til neitt svoleiðis, staðlar hvernig að prófa og viðurkenna svona slökkvikerfi í rútur. Það að verða núna alþjóðlegri prófunaraðferð. Og hérna hefur verið nefnilega einmitt mjög gott að hafa og verið með svona slökkvikerfi í þessari rútu. Þessi maður hetja, það fullt af hetjum í þessum dæmum. Þetta hótelstjóri, hann svona að keyra á milli vörur og hann var búinn að losa sig við hérna vörurnar á einhverju öðru hóteli og var á leiðinni heim þegar hann kemur að þessari rútu sem að byrja að kveikna í henni. Þar standa bara 33 Kínverjar sem bara vita ekkert hvert þeir að fara, hvernig þeir að hegða sig. Þeir eru kannski vanir við eitthvað annað að einhver kom og segja hvernig á að hegða sig og svona. Þeir bara voru greinilega þarna út allt, þannig að hann bara tók kommando og bara sagði inn með ykkur. Hann fyllti einn svona 33 Kínverjum og keyrði það út. Þið geta ímyndað ykkur að þið orðið eftir og þetta 50 megawatta bruni, með mikið af svona eitruðu lofttegundum, það mikið af sætum í svona rútum og svona pólíúrethant, það að hættulegasta. Það blásýran í reiknum. Þetta eftir á. Ég sjá að það smá hrun náttúrulega, þannig að greinilega ekki verið með sprautusteypu á þessum stað. Þá kemur bara að það hrynur að niður. Mjög mikilvægt að vera með sprautusteypu til að taka það vestan. En öll göng á Íslandi eru með sprautusteypu, eða ekki? Ný göng. Það er varlega. Ekki þjóðsarmóla. Það er gamalt, eða ekki? Jú. Öll ný göng eru náttúrulega. Og það er hægt að byggja það mjög öruggt, Það þolir mikið, þessi. Menn að nota svona bæði plastfíbrur og stálfíbrur í þetta og það þarf mikið áður en þetta dettur niður. Þeir ekki nota normin ennþá eldfima einangrun? En þeir sprauta yfir hana núna. Það er mjög lítið af göngum sem eru bara algjörlega ber fyrir sem engin sprauta á milli. En þessi göng sem ég var að sýna ykkur á, þau voru alveg svona klassísk með svona þykka polyetylen plötur og svo sprautusteypu ofan á. Það hafði í rauninni engin áhrif á neitt eða neitt, Og hann hélt alveg, það hrundi ekkert niður. Þetta sem ég sá var eiginlega viðgerðarmynd. En hérna hefur hrunið smá úr grjótniður, hrunið smá grjót og það gerist ef það er ekki steypa. Það sé maður leið, við sáum það alltaf í okkar tilraunum. Svæðið þar sem við vorum með sprautusteypu, það hrundi aldrei neitt niður, en bara leið norður við eða suður við svæðið, þá bara hrundi alveg fullt, Hafði ekki verið notað svona dúkar, eldri göngunum? Já, það eru dúkar fyrst, fyrir vatnið og allt það, og svo sitja sprautusteypuna yfir, En eins og maður keyrir gegnum bæði Vesturgöngin og Ólafsfjarðar, þá eru þessi dúkar þá með reglulega myndfili. Já, það er svona svæðið það sem leikur vatn og hindra frost. Hvort að menn sitja ykkur kröfur að eiga að sitja sprautusteypu yfir, ég veit það ekki. Mér skilst að þeir noti norska staðari mikið. Já, eingöngu. Já. Allt byggt eftir norsku staðli. Sem ekki harður,
Hann sá veikast í Evrópu. Alveg örugglega. Málið er að það búið að byggja svo mikið á göngum, þannig að þetta erfitt mál, sko. Við getum ekki bara, svona eins og Ítalar, þú veist. Það erfitt að eiga við þetta núna, sko, eftir, en svo getum við náttúrulega, það þetta Evrópudirektífi, það hefur, held ég, hjálpað mikið. Við erum að styrkja göngin og breyta reglugerðina, sko. Og í nýrri göngum, sem eru inn í borgum annað, þá uppfyllir öll svona venjulega Evrópskilyrði, sko. Það eru þessi fjallagöng eða fjarðagöng, sko, sem eru, nú að byggja alveg ný göng niðri fyrir utan Stavanger, sem eru 27 kilometrar, tvöföld göng og svona niður í jörðina og svo kemur hérna ein göng upp úr í miðjunni, sko. Þetta svolítið erfið hönnun á því, sko. Þetta ekki bara rör beint í gegn, heldur það var alltaf komið 3 rör, sko, í hvernig átt að stjórna flæðinu og svona, sko. Ef eitthvað gerist þarna niðri, hvernig átt að stýra þessu öllu saman. Og ég hef svona verið tengdur við þá hönnun, sko. Og þetta er ekkert ofalega auðvelt, sko. En það eru flottalegir á milli, sko, 250 metrar. Og það náttúrulega hefur mikið að segja. Öll þessi dæmi sem ég er að sýna ykkur hérna, það nánast aldrei flottalegir. En það er ekkert garantí að fólk fari inn í þessa flottalegir. Ég get ímyndað ykkur að vera í reiknum. Og þú getur alltaf að séð neitt, hvernig átt að sjá ykkur að flottalegir, sko. Bara að labba fram hjá henni. Ekki nema þú sért það heppinn og þú sért að fylgja einhverju vegg á þeirri hlið, sko. Og getur þú komist í gegn. Árekstrar á veggi. Mjög algengt og stórt vandamál. Við keyra og lenda í svona beint á móti hvor öðrum, hérna svolítið, hann er bara alveg klofinn inn á miðjunni, sko. Hérna er áhrif lofthraða á stefnu þess, þannig að þetta er mikið að segja. Hérna bjargaði mann farminum af því það blés í raskatöðunum. Það fór ekkert inn ég sjáu það að hann er bara rétt hérna í toppinu. Ég man ekki hvað hann var í þessu, en það var örugglega hellingur. Það ekki verið dekk. Það er að versta sem maður getur fengið, það eru dekkjabruna. Ok, bruni í vélarum er oft tengt hvernig bílstjórinn keyrir. Það er sem sagt álagið á vélarrýmið og allt þetta, bremsukerfin og svona. Það er oft ástæða fyrir að byrja og kveiknar í það. Oft upp þegar það fara upp svona erfiðar brekkur. Það er búin að bremsa niður og svo þetta hefur allt álag á allt kerfið. Reglulegt viðhald, þetta er miklu lélegra viðhald á þessum bílum sem koma frá Austur-Evrópu. Það er alveg sýnt sig, sko. Bílstjóri er eitthvað að slökkva eldinn í vélarrúmi, það er líka sýnt sig. Það er alveg greinilega, sko. Hvað er þetta að gera við því? Ég veit ekki það. Það hafa stærri slökkvar, betri menntun. Algengt með árekstur á milli vöruflutninga bíla, fólksbíla eða gangaveggja. Hallinn í göngunum, þetta er náttúrulega lykilatriði. Það er oft tengt hallanum, bæði af hverju þetta gerist og afleiðingar. Fyrirfram ákveðin stefna í loftflæðið tel ég vera ekki rétt aðferð. Menn verða að ákveða þetta frá case to case. Loftflæðistefna getur haft stór áhrif á þróun brunans. Það er alveg gefið mál, það sjáum við mjög oft. Getur hindrað brunin á að dreifast í farmsins. Hitamyndun eða hitaafl svipað töflugildin segja til ýmsum stærðir. Við erum að sjá sömu stærðir, 20 til 70-80 megawatt og svo. Flótti, sjálfsbjörgun í jarðgöngum er engin hjálpið fyrir hendi. Það er sýnt sig nauðsynlegt með neyðarrými, leiðbeiningar, svona LED og annað. Flóttaleiðir, náttúrulega, eða flóttarrými. Skyggni í reiknum alltaf lægri en 1 og oftast bara nálægt næstu í 0. Erfitt að anda og á sama tíma að finna rétta leið, það er, þú veist, fólk lendir í mjög erfiðum aðstæðum. Erfitt að keyra í reiknum alltaf, keyra alltaf á gangnaveggi eða aðra sem að reyna að bjarga sér. Eins og hérna, þetta er frá
Guðvangabrunanum. Alvarleg reykeitrun, sjaldgæf, en enginn höfðu dáið á þessu tímabili. Það alveg ótrúlegt að ekki neitt hafi dáið út af eldum, þrátt fyrir alla þessa bruna. Staðreynd, af hverju? Örugglega af því að brunarnir hafa ekki verið nógu stórir og líka hefur sjálft loftflæðið eitthvað hjálpað til. Þeir keyra 4 metra á sekúndu og það hefur mikið að segja til að þú þynnir út reykinn. Fólk lengi í reyknum, fleiri klukktíma jafnvel, en samt það lifir af. Algjör heppni að fólk ekki dáið, það ég búin að segja það nokkuð sinnum. Kvíði, paník, kaos þróast yfir í raunhæfar ákvarðanir þegar þið sé dæmi það. Fólk byrjar að fá svona hálfgert paník en svo fer það að hugsa rökrétt og reyna náttúrulega að bjarga sér. Fólk hjálpar hver öðru í mig, það alveg gefið sko. Þeir stoppa til að taka upp fólk. Og mismunandi þjóðarheiti eða þjóðar, hvað heitir það, koma frá ýmsum mismunandi löndum. Það getur verið haft svona áhrif. Reynsla frá slökkvistörfum. Vonlaust að slökkva reykjarmegin. Það bara að leggja það niður. Ekki nema að séu með og að leita fólki sko. Að ætla að gera einhverja slökkvi aðgerð frá reykjarmegin sko. Bara leggja það niður. Þið notið vindinn. Þá að hver með réttu megin sko. Og betra að reyna að bjarga fólki og sjá til þess að málið það, þú veist heldur ekki hvernig þróunin í hinum endanum. Hvað mikill eldur að þróast, hvers konar þú að aflaðir upplýsingar áður og tekur svona ákvarðanir. Verða að fara inn með aðstoð loftflæðis, bifreið algjörlega brendað en hluti af farminu stendur eftir. Þetta reynslan, þegar slökkvilið kemur þá þetta yfirleitt bara búið sko, nánast. Leitun af fólki einnig mögulega en hætta á ákeyslum, auðvelt að vera áttahættu tilfinning fyrir hallakörfur. Svo í það hjálpa mikið. Fjórhjól, við erum með fjórhjól þegar ekki. Það getur verið mjög áhrifaríkt að fara inn á fjórhjóli sko, einhverja létt faratæki. Það held ég að sé svona eitt af því gáfulegasta sem maður getur gert. Maður getur tekið upp fólk, það eru til svona fjórhjól með vögnum og öðru og þið kannski eru þegar með svona. Nú er ég tengdur við internetið eða. Svolítið áhugaverður. Svona á maður að gera sko. Ef það kveiknar í flutningabílnum þá þetta keyrir út, ekki stoppa sko. Þetta gerðist einhvers staðar. En svo brann hann upp alveg. Nú, er ég bara að horfa á þetta og enginn. Og ég var að fyrra á eitthvað, fannst ykkur ekki sniðið. Hvernig gerum við, Árni? Er þetta að færa þetta eitthvað? Ég bara komið allir hingað. Það er myndin yfir. Já. Gerir ég þetta aftur. Og glemdi ég þessu aftur. Það kemur. Svona er ég að gera. Er ég að taka smá pásu? Jú, endilega. Svo ætla ég að sýna ykkur frá nýjum tilraunum við gerum með sprinklerkerfi. Þannig að þetta er besta aðferðin. Hvað hefur það að segja? 10 mínútur? 10 mínútur, já. Ok, 10 mínútur. Þessa er